Move your ass! Hardcore! Hæ allir! Í þættinum í dag ætlum við að gefa nokkuð góð ráð hvernig maður halda sér í formi þó að maður komast ekki í ræktina kannski, af því að maður kannski í sumarfríi eða í bústaðnum eða eitthvað svona tilfallandi svona hlutir. Eða hálfveikur. Já, eða þú veist, bara með flensuna eða bara með óslega mikið lótuna. Og svo ætlum við að fara yfir með fæðubótaefni, what to do and what not to do með fæðubótaefnum. Já. Og við ætlum líka að fara í smá keppni eða keppni. Já, við ætlum að gera tilraun. Já. Það er svo margir sem að segja að maður er að taka mikið og svo margir sem að maður er að taka lítið eða ekki. Og það er fullt af rannsóknum og alltaf rannsóknum segja mismunandi. Já. Það er bara flestur uppi, þannig að þið getur hægt að því sem við gerum. Og það vil ekki hafa faktum fyrir ykkur. Ok, ef við ekki bara að vinda okkur í að sjá smá heimaæfingar. Eins og við vorum búin að tala um áðan, þá ætlum við að nota tíman í dag til að kynna ykkur fyrir nokkrum frábærum leiðum til að halda sér í formi heima hjá sér ef maður kemst ekki í ræktina eða nennir ekki. Og ráð númer 1 er... Það er komið lætið hérna sko. Það er enginn að hugsa þetta pappið hérna. Ef þú ert að fara í ísskápinn og ná þér eitthvað, vonandi eitthvað hollt, en staðinn fyrir að opna ísskápinn eða frystinn og sækja eitthvað, heldur að koma að honum og opna hann og loka nokkrum sinnum. Þá færðu æfingu hérna í bæsefn. Það mátt að gera þetta heima á mér, Tóta. Jönnes, ég getur alltaf svona heima þegar pappi er alltaf með og fullur og með og leitur. Nei, er hann fullur? Það er mjög góð hugmynd að ef þú ert að fara að pissa eða bara á klósettið, að í staðinn fyrir að setjast á setina að vera í kamri og pissa þannig. Þá ertu að æfa lærvöðvana. Bara svona. Og fleiri vöðva líka. Og þú ert líka að æfa rassvöðvana og fram og aftur lærin. Stigar eru líka ógeðslega hentuð fyrir svona út af því að það er alltaf sagt að með því að labba upp alla stigana sem þú sérð þá getur þú mist kannski bara 20 kíló á 3 mánuðum eða eitthvað. En ef þú sleppir því að labba og fer svona þá ertu sko að brenna ekki bara á fótunum heldur í höndunum líka, eða þú veist hérna, það kemur skilurðu fita hérna á suma. Stundum þegar ég er að elda, þá ger ég svona. Yfir pottunum, á milli þess sem ég hræri. Þetta er að æfa handleggina og aðra parta líka. Ég er bara svona rétt að tylla mig frá gólfinu. Og maður verður að passa samt að það er heitt hérna, sko. Má ekki brenna. Góðan dag og velkomin heim til mín. Í dag þá prótein. Í dag ætlum við svo á þess að tala um alls konar prótein og fæðubótaefni og mísoprótein. Og eins og við sjáum hérna erum við með fullt af fæðubótaefnum. Eru sum bara fyrir útlitið og sum fyrir vöðvana? Við vitum það ekki, þess vegna ætlum við að gera smá könnun. Og þetta hérna, allar tegundir ætlar hún Tóta að vera á. Og ég ætla að vera á þessu hérna í næstu 2 vikurnar. Og við ætlum að sjá hvor er meira fitt og sætari eftir á. Og okkur langar að segja öllum að þið langar í svona eitthvað, þá endilega bara fara í fitnessport og tala við hann Svavar. Hann er uppáhalds dúllurasinn okkar.
hérna og þú veist við elskum hann ógeðslega mikið